Góðan daginn, hjartanlega velkomin á samkomu, bæði í gegnum netið og hérna í salnum. Gott að vera að mega koma saman aftur svona nokkurn veginn. En við ætlum að byrja á því að lofa Drottinn og byrjun númer 1, áður við byrjum. Annars Snorralambið, gráa, hann lét syngja fyrir mig afmælisönginn á síðasta sunnudag. Hann átti afmæli á föstudaginn og hann átti afmælisdag. Hann átti afmælisdag. Hann átti afmælan Snorri. Hann á afmælisdag. Eða reyndar á föstudaginn. Á föstudaginn. Á, takk fyrir. Nú skulum við lofa Drottinn. Nú er orðinn gamall eins og við hinn. Þetta kemur með tímanum. Við ætlum að syngja aftur. Okkur fannst svo gaman að syngja syrpuna á síðasta sunnudag að við ætlum að syngja aftur. Þið ætla að syngja með. Og þið ætlið að syngja með. Já. Já. Ég kom til að lofa Guð. Ég veit ekki til hvers þú komst. Ég kom til að lofa Guð. Ég veit ekki til hvers þú komst. Ég kom til að lofa Guð. Lofa Guð, lofa Guð, lofa Guð. Og stöndum upp og syngjum. Ég veit ekki til hvers þú komst. Ég kom til að lofa Guð. Ég veit ekki til hvers þú komst. Ég kom til að lofa Guð. Ég veit ekki til hvers þú komst. Ég kom til að lofa Guð. Lofa Guð, lofa Guð, lofa Guð. Þetta litla ljósið mitt, það skal lýsa skjár. Þetta litla ljósið mitt, það skal lýsa skjár. Þetta litla ljósið mitt, það skal lýsa skjár. Lýsa skjár, Lýsa skjár, lýsa skjár. Yfir allan Reykjanesbæ, það skal lýsa skjár. Yfir allan Reykjanesbæ, það skal lýsa skjár. Yfir allan Reykjanesbæ, það skal lýsa skjár. Lýsa skjár, lýsa skjár, lýsa skjár. Vinstilar of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. og má ég segja hvað Guð hefur gert fyrir mig. Og má ég segja hvað Guð hefur gert fyrir mig. Hann tók mig, snart mig, hann sneri öllu við. Setti marga engla með mér lið. Og má ég segja hvað Guð hefur gert fyrir mig. Og má ég segja, Og má ég segja hvað Guð hefur gert fyrir mig. Og má ég segja hvað Guð hefur gert fyrir mig. Hann tók mig, snart mig, hann sneri öllu við. Hann setti marga engla með mér lið. Og má ég segja hvað Guð hefur gert fyrir mig. Veistu hvað Guð var gjörn?
sjúka, leysi menn, hann lofar frelsi kemur senn. Því vil ég lofa hans nafn, ég þrá að lofa hans nafn. Komum og gleðjumst, sjáum hvað Guð var gert. Veistu hvað Guð var gert? Veistu hvað Guð var gert? Lækna sjúka, leysi menn, hann lofar frelsi kemur senn. Ég þrá að lofa hans nafn, ég þrá að lofa hans nafn. Komum og gleðjumst, sjáum hvað Guð var gert. Ég veit ekki til hvers þú komst, ég kom til að lofa Guð. Ég veit ekki til hvers þú komst, ég kom til að lofa Guð. Ég veit ekki til hvers þú komst, ég kom til að lofa Guð, lofa Guð, lofa Guð, lofa Guð. Drottinn, hann mun sjálfur fara fyrir þér. Og það er gott að vita það á þessum dögum að það er einhver með okkur sem er æðri öllum mannlegum mætti. Og það er skapari himins og jarðar. Drottinn mun sjálfur fara fyrir þér, hann mun vera með þér. Drottinn mun sjálfur fara fyrir þér, hann mun eigi sleppa þér, yfirgefa þig. Óttast eigi, láttu eigi hugfalla. Drottinn mun sjálfur fara fyrir þér. Drottinn mun sjálfur fara fyrir þér, hann mun vera með þér. Drottinn mun sjálfur fara fyrir þér, hann mun eigi sleppa þér, yfirgefa þig. Óttast eigi, láttu eigi hugfalla. Drottinn mun sjálfur fara fyrir, Drottinn mun sjálfur fara fyrir, Drottinn mun sjálfur fara fyrir þér. Halleluja, halleluja, halleluja. Amen. Einu sinni enn. Drottinn mun sjálfur fara fyrir þér, hann mun vera með þér. Drottinn mun sjálfur fara fyrir þér, hann mun eigi sleppa þér, yfirgefa þig. Óttast eigi, láttu eigi hugfalla. Drottinn mun sjálfur fara fyrir þér, fara fyrir. Drottinn mun sjálfur fara fyrir þér. Amen. Gott að lofa Drottinn. Góðan daginn aftur og velkomin í hús Guðs. Ég ætla að lesa hérna úr Jesaja spádómsbók og það er í samhljómi hérna við síðasta söngin sem við sungum. Það er Jesaja 41, þar segir í versi 10: Óttast eigi því að ég er með þér, lát eigi hugfallast því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Og þegar við sátum við eldhúsborðið heima hérna í vikunni við hjónin, að þá kom svona hreyfing á skipið. Og þetta myndi mig á þegar ég var út á sjó í gamla daga. Það kom einn af þessum jarðskjálftum sem hafa verið að dynja yfir og það var svo merkilegt að þá kom strax upp í
huga minn þetta vers sem ég ætla að lesa fyrir ykkur núna. Því að þótt fjöllin færist úr stað og hálsarnir riði, þótt fjöllin færist úr stað og hálsarnir riði, skal mín miskunnsemi við þig ekki færast úr stað og minn friðarsáttmáli ekki raskast, segir miskunnari þinn Drottinn. Amen. Þetta er Jesaja 54, vers 10. Jesaja 54, vers 10. Þannig að við eigum góðan Guð þó að jörðin skjálfi og hann vissi það fyrirfram að það kæmi að því að hún myndi skjálfa og hristast. En við ætlum að biðja saman í dag, biðja fyrir land og þjóð, biðja vernd yfir landið okkar og biðja bara náð Guðs yfir þennan heim í Jesú nafni. Ef þið hafið bænarefni, þá megið þið nefna þau eða lyfta upp hönd. Mikið Amen. Já. Já. Amen. Já. Já. Við bara lýsum því yfir samkvæmt orði Drottins Jesú Krist að hann bar mein vor, hann bar sjúkdóma vora. Og það okkar að kunngjöra það, þeim sem eru sjúkir, að það orð hér sem segir að hann bar mein vor og hann bar sjúkdóma vora. Og Jesús Kristus þegar hann gekk hér þá sagði hann svo oft, trúð þín hefur gjört þig heilan. Og Drottinn, við þökkum fyrir þetta fólk sem hefur verið nefnt hér, Sævar og vinkonarnar Dagnýjar, konan sem hann Óli nefndi var það Helga, og þökkum þeim fyrir það að þetta fólk, Drottinn, þú snertir það með orðið þínu núna fyrir okkar bænir, andinn sem hér meiri heldur en sjúkleiks andarnir, Faðir, og við gefum þínu nafni dýrð, við þökkum þér, við lofum þig, því að þú svo góður og miskunn þín, hún varir að eilífu. Drottinn minn og Guð minn. Og ég þakka þér fyrir vernd þína yfir þetta svæði, Faðir Guð, við biðjum Kristi í stað, láti sættast við Guð og við þökkum fyrir það þegar við biðjum Drottinn, þá varveitir þú landið. Faðir Guð, við erum hér varmenn þínir og við skipum okkur í skarðið, landinu til varnar og við segjum engin plá að nálgast tjald mitt og engin ógæfa hendir mig. Og Faðir, þú ert Drottinn yfir Reykjanesbæ, yfir Suðurnesjónum, og þó að það sé skjálfti, þá varveitir þú okkar hús, okkar ástvini og allt okkar fólk hér á þessum stað í Jesú nafni. Og við þökkum þér. Amen. 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 Það sem framundan að það bænastund á þriðjudaginn, föstudaginn, klukkan 8, þriðjudaginn, klukkan 5, við höldum áfram að biðja. Það segir, Jesús sagði að hús mitt á að vera bænahús og það okkar þjónusta að biðja fyrir landinu og biðja fyrir fólki. Á laugardagskvöldið unglingasamkoma klukkan 8. Það karlahittingur hérna á laugardögum alltaf klukkan 10, þá fáum við okkur kaffi, ræðum saman, biðjum saman og allir karlmenn velkomnir. Það ekkert fleira sem þarf að auglýsa það. Nei, þá það komið. En áður en við tökum fórn í dag sem við ætlum að taka fórn fyrir Pakistan, að þá langar mig að sýna ykkur nokkrar myndir. Ef við getum fengið fyrstu myndina upp á skjáinn, að við höfðum hér messengerfund með manni í Pakistan sem að með trúboð þar sem við höfum verið að styrkja, og á þessu svæði, hérna Snorri og ég, og þú mátt sýna okkur næstu mynd, já, við ætluðum reyndar að fá tjaldið hérna niður. Blessa með hann.
Það eru svo litlar myndirnar á hérna og ég vona að þetta komi samhliða á netinu og sennilega koma hérna. Nei, býttu við? Nei. Er það? Ok. All right. Okay. Þarna steinaverksmiðja, stór og mikil, og þarna eru 40 kristnar fjölskyldur sem eru í vinnu og það má segja að þau séu þrælar. Öll fjölskyldan vinnur, alveg niður í 4-5 ára börn og við getum fengið næstu mynd og kristnir í Pakistan að það þykir sjálfsagt að láta þá vinna launalaust. Þeir eru hafðir í skólpræsum, þannig að þeir eru ekki háttskrifaðir. Hér ein fjölskylda og þið megi láta myndirnar bara rúlla svona og þessi verksmiðja, eins og ég segi, steinaverksmiðja og þessar fjölskyldur vinna þarna 7 daga vikunnar og börnin með við að gera steina og hvað ég ætla að segja, flest þeirra eru þarna af því að þau skulda vinnuveitandanum ákveðna upphæð. Við erum búin að leysa eina fjölskyldu úr haldi og það kostaði okkur 100.000 krónur. Það var kona, einstæð móðir með 5 börn og hún fékk frelsi, við sjáum hana hérna seinna, í síðustu viku fyrir 100.000 krónur og getur byrjað nýtt líf. En þessi vinnuveitandi, hann lætur fólkið, hann gefur því lán til að byrja með og síðan fær það ekki að fara fyrir það hefur borgað skuldina. Það er engin leið að þau geti borgað skuldina. Eftir því sem þau vinna meira þá bara hækkar skuldin. Þau fá eina máltíð á dag og hérna sjáu þið lítinn vinnumann sem að keyra þarna steina á milli og þannig að þetta eru 40 fjölskyldur sem að takmarkið að leysa kristnar fjölskyldur úr þrælahaldi. Og ég var að segja það við hann Óla áðan, hérna frammi, að þarna getum við hjálpað fjölskyldum fyrir 100-200.000 krónum og hjálpað þeim að byrja nýtt líf í sínu eigin landi. Við erum hérna sem þjóð að fá fjölskyldur hingað og kannski borga 10 milljónir á ári fyrir eina þjóð, kvótaflóttamenn, en hérna getum við komið undir þau fótunum fyrir kannski 100.000. Og missjónin hérna sem við erum að vinna með, hún hjálpar þeim út í lífið aftur. Þeim ekki bara hent út, þau taka þeim inn undir sinn verndarvæng og hjálpa þeim að byrja lítið fyrirtæki, hvort sem það jarðyrkju eða eitthvað sem þau geta séð fjölskyldu sinni farborða. Og ef við höldum áfram hérna, leifum rúllunum að mynda, leifum myndunum að rúlla, svakalega var þetta. Já, hér fjölskylda og þetta vinur okkar Hans þarna sem var fremstur með síman sem við erum að starfa með þarna og þarna eru þeir að taka efni í steinana, haldum áfram og hér fjölskylda og það misjafnt hvað kostar að leysa þessar fjölskyldur út. Þessi sem við leystum út það voru $500 og hún var búin að vera hérna í 10 ár, hugsið ykkur. $500, svo gáum við $300 til að hjálpina að byrja nýtt líf. Hugsið ykkur, bara fjölskylda, við erum að gefa börnunum tækifæri til að fara í skóla og sem sagt byrja upp á nýtt. Áfram. Þetta hann Hans og pappans og hér fjölskyldan, já, sem að við leystum út síðasta sunnudag. Hér sjáu þau eru þarna með takk fyrir
að þessi fjölskylda að byrja nýtt líf. Og að sjálfsögðu getur drengurinn hjálpa mömmu sinni að vinna sjálfstætt og hinn börnin fá að fara í skóla og jafnvel öll í skóla. Þau eru öll ólæs og skrifandi. Þarna staðfesting á að hún sé laus og hún kvittar fyrir með þumlinum. Þannig að þetta fólk ólæst og óskrifandi. Og ég trúi því að við ásamt fleirum kristnum getum leyst þessar fjölskyldur á þessu ári. Kannski þetta einhver 1-2 milljónir í það heila, ég veit það ekki. Það misjafnt hvað sem sagt hvílir á. Ein fjölskylda, 11 manna fjölskylda skuldar $2.000. En ég bara trúi því að þetta sé hjarta Jesú Krist að leysa hina hrjáðu. Og við erum líka að hjálpa fólki á Íslandi, ef þið dettur það í hug. Við hjálpum hér fólki fyrir jólin og við hjálpum þeim sem leita til okkar. En mér finnst svo frábært að við getum hjálpað fólki þarna fyrir litla upphæð að byrja nýtt líf í staðinn fyrir það sem að þjóðirnar að gera að færa fólk úr stað og inn í annað umhverfi og kosta til svo og svo miklu meðan kannski okkar fólk á götunni hér heima. Mér fannst virkilega sárt að sjá konur hérna í vikunni sem voru útigangskonur af því að það var ekki skjól fyrir þær. Á meðan að við kannski dælum 10 milljónum á ári í eina fjölskyldu sem við flytjum inn. Okkur ber líka að hugsa okkar fólk. Okkur ber það. En við erum samt að hugsa þetta fólk í Pakistan og Pakistan land þar sem að kristnir og börn órétti beitt. Ég las að það var verið að setja ný lög núna í Pakistan, Islamabad, bara hluta af Pakistan þar sem bannað að berja börn. Á síðasta ári voru 2 8 ára börn barin til bana af kennurum. Hugsið ykkur. Þannig að þetta þjóð sem við megum biðja fyrir. Þetta mjög slæmt ástand þarna og kannski framar öðrum þjóðum. Þannig að fórnin í dag fyrir þetta og ég ætla að lesa 1 vers í viðbót fyrir fórnina. Það eru svo margir sem hafa sagt mér, já það best að eyða þessu núna af því að ég fer ekki með þetta með mér yfirum. En hér ein leið til þess að þú geti farið með aurana þína með yfirum. Það að segja til Guðs að sá sem lánar drottni líknar fátækum og hann mun launa honum góðverk hans. Sá lánar drottni líknar fátækum, þannig að ef við gefum í þessa fórn þá erum við að lána drottni, ok? Og ef ég myndi deyja á morgun, þá skuldar drottinn mér og þá á ég innistæðu hjá honum þegar ég kem heim á þann hátt tókst mér að færa fjármagn inn í himinin. Þetta bæði svona grín en líka alvara vegna þess að Jesús sagði að það væri betra að safna sér fjársjóðum á himni heldur en jörðu. Sá lánar drottni líknar fátækum. Þannig að við byggjum drottinn blessaðu bara gjafir okkar í dag og þakkaði fyrir þau forréttindi að fá að styðja við þessi trúsyskin okkar í Pakistan í nafni Jesú. Og þið sem eruð að horfa að þið geti líka styrt með því að fara inn á Facebook kirkju, Hvítasunnu-kirkjunnar í Keflavík og þar eru allar upplýsingar. Amen. Gjörðu svo vel. Nú veifar maður aftur. Nú reyndist svona aftur.
í ljósinu. Maður syngja næst gamlan sálm og svo ætlar hann Kelvin að tala til okkar Guðs orð í dag. Hann frá Ghana og hann hefur verið hérna með okkur í nokkur ár. En við ætlum að syngja hérna 3 söngva fyrst. Þú sem að sorgir í brjósti ber og ber þær allar til Jesú. Hann veit allt sem að þrengir að þér. Tala við Jesú allt, já allt. Tala við Jesú allt. Trúðu hann græðir þín sál. Opna þitt hjarta sem barn við hans brjóst og burt sér hvert tal. Gangir þú stundum með grátna brá og gleðist naut ára hjarta. Hér sá vinur sem hjálpa þér kann. Tala við Jesú allt, já allt. Tala við Jesú allt. Trúðu hann græðir þín sál. Opna þitt hjarta sem barn við hans brjóst og burt sér hvert tal. Jesús þér hjálpar í hverri naut og huggar þig allar stundir. Hann gefur þér allan blessun og brauð. Tala við Jesú allt, já allt. Tala við Jesú allt. Trúðu hann græðir þín sál. Opna þitt hjarta sem barn við hans brjóst og burt sér hvert tal. Jesús þig ég þrái, þú Guðs lamb sem lausn mín Krossi á þú valinn varst, keypti blóð þitt frelsi mér. Jesús þig ég þrái, þú átt nafn sem dýrlegt höfuð
gefum bara Guði okkur sjálf. Halleluja. Jesús, þig ég þrái, syngja með mér, þú hvurst lag sem lausn mín Líf mitt færi þér að fórst mig sjálfan gef ég þér. Heiður allan af þú skilur, ég upphef nafnið þitt. Þér sé brosandi og heiður hver helgast ég lífi mitt. Dásamleg dýrð þín dásamleg dýrð þín mitt hjartans svar, mín syngur sá, dásamleg dýrð þín dásamleg dýrð þín dásamleg dýrð þín mitt hjartans svar, mín syngur sá, dásamleg dýrð þín Halleluja, Jesus, dásamleg dýrðin og heiður allan átt úr skilin, heilegi Faðir. Halleluja, 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 takk Jesus, takk Jesus. Amen, amen, Jesus. Halleluja. Amen. Fyrir þá sem eru sjúkir, að þá þetta lagið fyrir þig. Að það til maður sem að læknar alla sjúkdóma, hans nafn Jesús. I can't take a heart that's broken, make it over again. But I know a man who can. I can't take a soul that's sin sick, made it white as a snow. But I know a man who can. Some call him Savior, the Redeemer of all men. I call him Jesus, for he's my dearest friend. If you feel no one can help you, and your life is out of hand, I know a man who can. I can't walk upon the waters or calm the troubled sea, but I know a man who can. I can cause blind eyes to open, make the lame to walk again, but I know a man who can. Some call him Savior, the Redeemer of all
just out of hand. I know a man who can. I know a man who, I know a man who can. Hallelujah, hallelujah. His name is Jesus, Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Réttu bara út hönd og snertu hann í trú og hann þinn læknir, hann þinn græðari, hann þinn allt. Jesús Kristur svarið. Við segjum dýr sé þér drottin Jesús, dýr sé þér drottin Jesús, dýr sé þér drottin Jesús. Amen. Welcome. Thank you so much. Hello. What is your last name in English? At one point? Champion. Champion. Ah, wow. That's great. Champion. Amen. Það heiður að vera með ykkur í dag og miðla orði Guðs með ykkur. Vill einhver taka headphoneið þarna og tekka hljóðið? Hvort það ekki alveg örugglega í myndavél bara fyrir okkur? Bara vera viss. Það svo erfitt að fá þetta eftir á. Að vita að það var ekkert hljóð. Já, það má kannski hækka hann örlítið, næluna. Og kannski minn líka örlítið, þráðlaus. Okay. Já. So before I start, I'd like you all to stand up, please. Áður en ég byrja, þá vil ég biðja ykkur að standa upp. And if you could do me a favor by just going to greet one or two persons, ask him or her how he's doing. Og já, ef þú segir bara, og þá þarf að gera svona, samkvæmt reglugerðinni, spyrja hvernig hefur það. Já. Thank you so much. Takk. Before I start, I'd like to sing one song to glorify the name of the Lord. Já, mér langar að syngja eitt söng til þess að bara upphefja nafn Drottins. And the title of the song is In His Time. Og hann á hans tíma yfirskrift söngsins. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as you
beautiful message that I have for you today. It's so special. Boðskapurinn í dag yndislegur, mjög sérstakur. It says God's love is deeper than your problems. Guðs kærleikur dýpri heldur en vandamálið þitt. Now, David, upon all what he went through, Davíð, þrátt fyrir allt sem hann gekk í gegnum, even when he was anointed as a king, að þó hann hafi verið smurður sem konungur, he has to run away for his life. þá þurfti hann að flýja fyrir lífi sínu. He has to live in a cave, Hann þurfti að búa í helli and then he was, the king Saul was all after him, og Sál konungur, hann var stöðugt að eldan, but he never gave up. en hann gafst aldrei upp. He says, God pulled me out of the deep waters. Guð dró mig upp úr hinum djúpu vötnum, So today I'm here to tell you, svo að ég hér til að segja þér God's love is deeper than your að problem. Guðs kærleikur dýpri en þín og meiri en þín vandamál. This small and temporary problem Og öll þessi vandamál that would bring us suffering, sem að gefa okkur þjáningu, but it will bring us tremendous and eternal glory. en þau færa okkur síðan eilífan dýrðar þunga. When we go through difficulties in life, Þegar við förum í gegnum erfiðleika í lífinu, the first thing we try to do is to blame somebody. að fyrsta sem við gerum þá það að við kennum einhverjum But I want to tell you that it doesn't matter where your problem comes from. En ég ætla að segja þér það að það skiptir ekki máli hvaðan þitt vandamál kemur. God has a purpose in your life. Guð, hann með tilgang fyrir þig. Happy birthday, Snorri. Og til hamingju með afmælið, Snorri. How young are you? Hversu ungur ertu? 69. Oh, still really younger. God Já. bless you. Mjög ungur, Guð blessi þig. So happy to have my brother Joel here. Og gott að hafa hann Jóel með okkur hérna. God is doing wonders. Og Guð að gera undursamlegt verk. God's purpose in your life Guðs tilgangur í lífið þínu is greater than your problems. meiri heldur en vandamálið þín. Now, God gets his greatest victories, Guð, what? his greatest victories, Hans miklu sigrar, when things are looking bad, when you are in defeat. að okkar mestu sigrar koma þegar að hlutirnir líta sem verst út. Let's go to Romans chapter 5, verses 3 and 4. Förum í Rómverjabréfið 5. kafla, vers 3 og 4. He says, not only so, but we are called to glory in our suffering, because we know what suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. Hallelujah. En ekki það eitt, við fögnum líka í þrengingum með því að við vitum að þrengingin veiti þolgæði, en þolgæði fullreynd, en fullreyndin von. Hallelujah. So Halleluja. we can rejoice Svo við getum fagnað when we run into problems and trials. þegar við rötum í ýmiss konar raunir og þrengingar. For we know that Því að við vitum we will learn to be patient. að við lærum þolinmæði á því And patience develops into strength. og þolgæðið það gefur okkur síðan aukinn styrk And helps us to trust in God. og hjálpar okkur að treysta Guði. Now, what's the purpose of your problems and difficulties? Hver tilgangurinn með erfileikum og vandamálum? God wants you to learn something. Guð vill að þú lærir eitthvað, Every storm is a school, að sérhver hindrun skóli and every trial is a teacher, og sérhver raun kennari and every experience is education, og sérhver reynsla mentun and every difficulty is for your development. og sérhver raun development, það hérna já, ég veit development, ég skil það á enskunni það vöxtur. Hallelujah. Halleluja. When the problems comes to you like non-stop rain, Og þegar vandamálin koma til þín eins og óstöðvandi regn, always remember that God will be your umbrella. mundu þá að Guð, hann þín regnhlíf. Our problems are like washing machines. Vandamálin okkar eins og þvottavél. They twist, Þau svona vinda they spin,
og já, þau vinda og þau snúa and they knock us around. og þau snúa öllu við. But in the end, En að lokum we come out þá komum við út as cleaner hreinni and better og betri than before. en áður. Hallelujah. Halleluja. Now, most of us are slow learners. En flest okkar, við erum svolítið lengi að læra. If you don't learn anything, Og ef við lærum ekkert, God will bring it up again in your life. að þá kemur Guð með þetta aftur upp í lífið þínu. It will come back. Ef þú lærir það ekki í fyrsta skipti, þá kemur þetta aftur. Because God is more interested in your character. Því að Guð, hann hefur áhuga á að þróa karakter þinn. Than he is in your comfort. Hann hefur meiri áhuga á karakter þínum heldur en þægindum þínum. He's more interested like you becoming like Christ Hann hefur meiri áhuga að þú verðir líkari Kristi than he is in making things easy for you. heldur en að gera lífið þægilegt fyrir þig. Some of you may be facing major difficulties right now. Sum okkar fussum yfir vandamálunum. It could be illness. Það geti verið sjúkdómar, It could be financial problems. fjárhagsleg vandamál. It could be a strain in your relationships. Það geti verið erfiðleikar í samböndum. Does God have a word for you whilst you are going through all these difficulties? Hefur Guð orð fyrir þig í gegnum þessa kringumstæður? Absolutely. Já, God is saying, hann segir, don't give up. ekki gefast upp. This small and temporary trouble Þessi skamvinna þrenging, will bring us tremendous and eternal glory. hún gefur okkur yfirgnæfandi dýrðar þunga. When we take a look at Genesis chapter 50 verses 20, Og þegar við lítum í fyrstu Mósebók, look at what Joseph went through. Joseph, what chapter? Genesis chapter 50 verses 20. Það í fyrsta Mósebók 50 og vers 15, kapli 50 og vers 15 og þá sjáum við hvað Jósef þurfti að fara í gegnum. He says, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done. The saving of many lives. This was verse, 50 verses 20. þetta er vers 20 í 50. kaplanum. Þér ætluðu að gjöra mér illt en Guð sneri því til góðs til að gjöra það sem nú er framkomið. Now Joseph was sold by his brothers. Jósef var seldur af bræðrum sínum He was thrown into prison. og honum var hent í fangelsi. At the end, what do we see? En að þegar upp er staðið, hvað sjáum The við? glory of God showed in his life. Dýr Guðs í lífans. Now let's go to Acts chapter 12, 2 verses 17. Förum í 12. kaplan í postulasögunni. 12. kaplinn í postulasögunni. Og vers 17 held ég. He says, in the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy, your young men will see visions, and your old men will dream dreams. Ok, þetta er kaplið 2 og vers 17. Það mun verða á efstu dögum, segir Guð, að ég mun úthella anda mínum yfir alla menn, synir yðar, og dætur munu spá, ungmenni yðar munu sjá sýnir. Amen. That God says in the last days, He's going to pour out His spirit on you. Guð segir á síðustu dögum muni hann úthella anda sínum yfir þig. He says you are going to see visions. Þú munt sjá sýnir, You are going to prophesy. þú munt spá, You are going to dream dreams. þið munt dreyma drauma. So why are you scared of the problems in life? Svo af hverju ertu hræddur við vandamálin í lífinu? Why do you think it is over? Af hverju heldur að þetta sé, allt sé búið? It's not over until it's over. Það er ekki búið fyrir það er búið. God has a purpose for you in your life. Guð hefur tilgang í þínu lífi fyrir Now þig. let's go quickly to Isaiah chapter 40 verses 31. Og förum í Jesaja, kapla, did you say Isaiah 40, 40 40? verses 31. Já. 40:31. It says, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagle. They will run and not grow weary, and they will walk and not faint.
Þeir sem vona á drottin fá nýjan kraft, þeir fljúga upp á vangjum sem ernir, þeir hlaupa og líast ekki, þeir ganga og þreytast ekki. Now let's try to break it down slowly. Við skulum brjóta þetta svona aðeins niður. He says, those who wait upon the Lord will gain new strength. Þeir sem vona á drottin, bíða eftir drottni, fá nýjan kraft. Now the Bible is not talking about physical strength, Biblían ekki að tala líkamlega styrk, but it's talking about moral strength. heldur siðferðilegan styrk. He says they will mount up like eagles. Þeir munu fljúga upp sem örnin. Now let me tell you something about the eagle. Ég ætla að segja ykkur svolítið örnin. Between the ages of 30 to 50, Milli 40 og 50, the eagle flies to a very high place. segðu þetta ekki, Between the age of 30, 30 to 50, ok, meðan þegar örnin 30 til 50 ára gamall, þá flýgur hann it flies to a high place á háan stað to endure the harsh and trial and changes. til þess að fara í gegnum hinn gegnum erfitt þroska tímabil. Because its feathers are overgrown. Vegna þess að fjaðrirnar eru yfirvaxnar. It plucks all its feathers Og hann plokkar sem sagt hann, and then all its talons from its feet. The talons are the Já. feet, yeah. Hann sem sagt hreinsar sjálfan sig And then it breaks og plokkar. its beak. Svo burstar hann The tennurnar. beak is the the beak is Yeah. the mouth. Já, hann burstar munnin. Hann endurnýjar, já, hann fer í gegnum endurnýjunarferli á þessum tíma. And then it waits for renewal and change. Og hann bíður eftir endurnýjun og breytingu. So, after the renewal, it she grows new feathers, Svo eftir endurnýjunina þá koma nýjar fjaðrir grows new sharp beak, og það kemur nýr sterkur goggur and then new talons. og nýjar klær. Like the eagle, God makes you to go through changes in life. Og eins og örnina þá leyfir Guð að þú farir í gegnum breytingar í lífið þínu. He makes you to go through trials, tribulations, Þú ferði í gegnum þrengingar og raunir to strengthen you. til þess að styrkja þig, efla þig. Hallelujah. Halleluja. Now, the trouble might suffocate you, Erfiðleikarnir gætu sem sagt dregið úr þér móðinn the worries might entangle you, og að stríðið gæti sem sagt tekið máttinn frá þér by night you can't sleep, og á nóttinni getur þú kannski ekki sofið by day you can't rest. og þú getur ekki hvílt þig á deginum The burden and the suffering is so intolerable. og sem sagt rúmið þitt svo óþolandi. You ask yourself, where is God? Þú spyrð af hverju Guð Does he know? og Does he know? Does he know my problems? já, veit hann, þekkir hann vandamál mín. Are my prayers being heard? Eru bænir mínar heyrðar? Is it only heard by the walls? Það bara veggirnir sem hlusta á mig? Is he near me? Heyrir hann mér? Is he somewhere distant? Hann langt í burtu? I'm here to tell you that God is near to you. Ég hér til að segja þér að Guð nærri þér. Closer more than the clothes you are wearing. Hann nærri þér heldur fötin sem þú klæðist. Now Peter said, my dear friends, En munurinn, do not be surprised at the fiery trials. já, Pétur sagði, You are going through. Do not be scared of the fiery trials. já, Pétur sagði, látið þér ekki undra eldrunna sem yfir yður komin, yður til reynslu, As if something strange were happening to you. eins og eitthvað einkennilegt sé að gerast. Problems are persistent. Vandamálin þau eru stöðug. You go through lots of problems. Þú ferði gegnum fullt af vandamálum. You go through a lot of pains. Þú ferði gegnum mikinn sársauka. Now, let me tell you one story. Ég kan segja ykkur eina sögu. I had a very good friend of mine Það var mjög góður vinur minn. who had everything he had. Hann hafði allt sem hugsa skatt. He had a very rich parents. Hann átti ríka foreldra
he went into drugs. og hann fór því miður að þá leiddist hann út í eiturlyf I remember I had to advise him, I had to talk to him, og ég var að reyna að tala við hann og sem sagt að ráðleggja honum but he didn't listen. en hann hlustaði ekki. Now what did he do? Hvað gerði hann? He committed suicide. Hann framdi sjálfsmorð. Now this is a friend of mine who I started life with, Þetta vinur minn sem ég ólst upp með. who got in school, he had everything that he wanted. Í lífinu hafði hann allt sem hann, á skólaárunum, allt sem hann hugsa skatt. He told me there was no God Og hann sagði það engin Guð til. because he had everything that he wanted. Hann hafði allt sem hann langaði í. Why do I have to go to church? Af hverju þarf ég að fara í kirkju? I have everything I want. Ég hef allt sem ég vil. It's only people with problems that go to church. Það bara vandamál fyrir fólk sem fer í kirkju. But at the end of the day, look at what happened to him. En þegar upp var staðið, hvað kom fyrir hann? I'm not happy because this thing happened to him. Ég ekki gladur að þetta kom fyrir hann. It's very sad, Það mjög sorglegt. but God is waiting for you every day. Don't En Guð býður þín á hverjum degi. Now take a look at how the disciples died. Og takið eftir hvernig lærisveinarnir gáfu líf sitt. James was put to the sword. Að Jakob, hann dó fyrir sverði. Thomas was stabbed. Tómas var stunginn. They all went through tribulations. Þeir gengu allir í gegnum mikla raunir. It's not important how they died. Það ekki mikilvægt hvernig þeir dóu. What is important is the fact that Það sem mikilvæga they were all willing to die for their faith. að þeir voru allir reiðubúnir að deyja fyrir trú sína. If Jesus has not been resurrected, Ef Jesús hefði ekki risið upp, the disciples would have known it. þá hefðu lærisveinarnir vitað svo People will not die for something they know to be a lie. og fólk ekki tilbúið að deyja fyrir eitthvað sem að það veita lygi. So our God lives. Svo okkar Guð, hann lifir. Jesus died for us. Jesús dó fyrir okkur. Always remember, Mundu alltaf when you are going through problems, að þegar þú ferði gegnum vandamál, look up to the cross. líttu til krossins. He came to die for you. Hann kom til að deyja fyrir þig. He came to renew your strength. Hann kom til að endurnýja styrk þinn. Never give up Gefstu aldrei upp, because your miracle is on the way. því að kraftaverk þitt á leiðinni. Problems are unpredictable. Vandamálin eru óumflýjanleg. We don't plan a flat tire. Við gerum ekki áætlanir að það springi á bílnum hjá okkur. It comes unpredictably. Það kemur bara óviðbúið. So when you are having the problems, Svo að þegar vandamálið kemur, when there is cancer, þegar það krabbamein, when there is illness, þegar það eru sjúkdómar, when there is pain, þegar það er sársauki, when there is financial problems, þegar það eru fjárhagsleg vandamál, look up to the cross. líttu til krossins. Look up to the cross. Líttu til krossins. Because God knows your problems. Því að Guð þekkir þitt vandamál. There is nothing new under the sun. Það ekkert undir sólinni Your problems should never overcome you. sem á að geta sigrað þig. Somebody says Christians are like tea bags. Einhver sagði kristnir eins og tepokkar. You don't really know what is in them Þú veist ekki hvað í þeim until you put them in hot water. fyrir þú setur þá í heitt vatn. Discover God's purpose behind your problems. Þetta ekki þetta. Discover God's purpose behind Já. your problems. Uppgötvaðu tilgang Guðs á bak við vandamálin. Where is God when you hit the bottom? Hvar Guð þegar þú ýtir á hnappinn? He's right underneath you. Ok, já. Hvar Guð þegar þú lendir á botninum? He's right underneath you. Hann undir. He's your refuge. Hann þitt hjálpræði And his everlasting arms og hans eilífu armar are under you. eru undir. Let me tell you a story. Leif mér að segja þér sögu A woman's husband has been sipping in and out of coma að það var eiginmaður sem hafði verið inn og út úr sem sagt koma for several months. í nokkra mánuði. Yet the wife stayed by his side every single day. Samt satt konan hans við sjúkrabeðans á hverjum einasta degi. When he finally came to life, Og þegar hann loksins komst til meðvitundar, he motioned to her to come nearer to her. að þá bað hann hana að koma nær. When she leaned closer to him, Þegar hún færði sér nær honum, he said, þá sagði hann, you know what? veistu hvað? You have been with me all through the bad times.
Þú hefur verið með mér í gegnum alla slæmutímana. When I got fired, Þegar ég var rekinn, you were there to support me. þá varstu þar til að styðja mig. When my business failed, Þegar að fyrirtæki mitt fór á hausinn, þá you were there. varstu þar. When I got shot, Þegar ég var skotinn, you were by my side. þá varstu við hlið mér. When we lost the house, Þegar við mistum húsið, you gave me support. þá studdurum mig. When my health started failing, Og þegar heilsu minni byrjaði að hraka, you were still by my side. þá varstu ennþá þar. You know what the husband asked? Veistu hvað? And the wife said, what, dear? Hvað, elskan, sagði And hún. then she asked gently. He looked into his eyes and said, Hann horfði í augunar og sagði, I think you bring me bad luck. ég held að þú hafi verið óheilla kláka fyrir mig. Að þú hafir komið með óheill inn í mitt líf. But God is not inaccessible to us. En Guð ekki óraunverulegur fyrir okkur. Through the death and the resurrection of Christ, Í gegnum dauða og upprisu Jesú Krist, we are able to have a relationship with God. þá getum við átt samfélag við Guð. Now, Psalm 8, verses 3 to 8, Í versi 3-8, Sálmur 8. Sálmur 8. it says, when I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place, what is mankind that you are mindful of them? Human beings that you care for them. You have made them a little lower than the angels and crowned them with glory and honor. Þegar ég horf á himinin verk handa þinna, tungli og stjörnunar þú hefur skapað, hvað er þá maðurinn að þú minnist hans og mannsins barn að þú vitir þess. Hallelujah. Amen. Now David asked in amazement, Og Davíð spyr í furðu, oh God, who am I? Who am I? Hver Who er is ég? so mindful of me? hver er ég að þú minnist mín? You care so much for me. Þú ber svo mikla umhyggju fyrir mér And you've made me a little bit lower Og- than the heavenly beings or heavenly angels. og þú hefur gert mig aðeins litlu lægri heldur en engla And verurnar. you've crowned us with glory and honor. Og þú hefur skrýtt okkur dýrð og heiðri. And you've made us ruler and worker with your hands. Og þú lést okkur ríkja yfir handaverkum And you've put þínum. everything under our feet. Og allt lagði þú að fótum mínum. So look at who God has made you. Svo lítu á hvað Guð hefur gert. He says you are wonderfully and fearfully made. Hann segir að þú sért undursamlega skapaður. He says you were made by his image. Þú skapaður í hans mynd. You look like God. Þú lítur út eins og Guð. Why do you want to hurt yourself when you are going through problems? Svo af hverju að meiða sjálfan sig þegar við förum í gegnum erfiðleika? So why do you have to try to go through all the pains and not relying on God? Af hverju viltu fara í gegnum allan sársaukann og ekki halla þér að Guði? He is your strength and your salvation. Styrkur þinn í hjálpræði. Hann styrkur þinn og hjálpræði. There is a story in the Bible about Caleb and Joshua. Það saga Kaleb og Jósúa í Biblíunni I like this story very, very much. og ég elska þessa sögu. This story talks about an exploration of a new land. Hún talar Of a new land. að fara inn í nýtt land. Now, Caleb and Joshua had the faith to go and capture that land. Kaleb og Jósúa höfðu trú til að fara og taka þetta land. They believed in God. Þeir trúðu á Guð, Even when most of the leaders who spied on the same land didn't. jafnvel þó að félagar þeirra sem fóru og skoðuðu sama land gerðu ekki svo. They focused on the giants and the impossibilities. Þeir sáu bara risana og ómöguleikana. But Caleb and Joshua believed they could capture this land. En Kaleb og Jósúa trúðu að þeir gætu tekið landið. Both of them trusted in the Lord and they were able to make it. Báðir treystu á Drottin og þeir náðu því. Today, I don't know the giants or the impossibility in your life.
Og ég veit ekki hvort að það eru risar eða ómöguleikar í þínu lífi í dag, but know that there is a God who fights giants and defeats them. en þú skalt vita að það til Guð sem getur sigrað risana. I want to tell you something. Your life was planned beautifully. Og líf þitt, Guð hefur frábæra áætlun fyrir líf þitt. Look at David. Sjáðu Davíð, As a youngster, sem unglingur, he was anointed as a king. þá var hann smurður sem konungur, Even families didn't believe he should be a king. og jafnvel þó að fjölskyldan tryði ekki að hann ætti að vera knew konungur, his future. að Guð vissi framtíðars. God knows your future. Guð þekki framtíð þína. God knows who you are going to become. Guð veit hver þú munt verða. Don't give up. Ekki gefast upp. Never give up, Aldrei gefast upp. because your miracle is on the way. Vegna þess að kraftaverkið innan seilingar. Another story for you. Og önnur saga fyrir þig. A traveler fell into a deep pit. When? A traveler, somebody who travels. Ferðamaður, já. Hann datt hon í skurð. Now, several persons came along Að það voru nokkri sem komu og á staðinn and saw him traveling in the pit. og sáu hann vera að strita í skurðinum. Now, look at what these people said to him. En hlustið á hvað þetta fólk sagði við hann. The reflective person. Að, já, þessi þjáði maður. He told him in the pit. Þeir tala til hans í pittin. It is logical for someone to fall in the pit. Það bara eðlilegt að maður falli í svona holu. The judgmental person came. Því, Judgmental. já, somebody who dómharði maðurinn kom. He says only bad people falls in the pit. Það bara slæmt fólk sem dettur í skurði. Now, the next person was the curious person. Og næsti var forvitinn. He told him, tell me how you feel in this pit. Hvernig líður þér hérna onni í þessum pitti? Now, the perfectionist came. Og svo kom fagmaðurinn. I believe you deserve to fall into this pit. Okay, who was this? The perfectionist. Já, fullkomnunar áráttu maðurinn. Var það ekki það? Já, ok, ég þekki nokkra slíka. Hvað sagði hann? What did he say? I believe you deserve to fall into this pit. Já, ég trú að þú hafir átt skilið að falla í þennan pitt. The optimistic person came. Og svo kom, já, optimistic, það já, bjartsýnismaðurinn, já. He says, cheer up. Já, Cheer up. já, vertu kátur. Things could be worse. Þetta gæti verið verra. And now, the last person, who is the pessimistic person, Og svo það þessi pessimistic, það svartsýnismaðurinn. he says, be prepared. Búðu þig undir, Things will get worse. þetta á eftir að versna. But Jesus, En seeing Jesús, this man, hann sér þennan mann, took him by the hand hann tók bara í hendina á honum and lifted him out from the miserable pit. og lyfti honum upp úr þessum hræðilega pitti. Are you in the pit now? Ert þú í skurði núna eða holu? Are you in need of rescue? Þarftu hjálp? Maybe your pit might be shaped like mine, Kanski gæti hann þinn pittur verið eins í laginu eins og minn, in the form of past mistakes. kannski í mynd, Past mistakes. já, gamalla mistaka, já, past mistake. We all make Yeah. mistakes, Já, í gamalla mistaka, but God is our rescue. en Guð okkar bjargar maður. God's arm is Okkar. not too short. Hönd Drottins ekki svo stutt að hún get ekki hjálpað Wherever you might be right now, hvar sem þú getur verið núna. you are wonderfully and fearfully made. Þú ert undursamlega skapaður. Don't forget about it. You are wonderfully and fearfully made. Ekki gleyma því að þú ert undursamlega skapaður. Now, I would like to end by telling you that Og mér langar að enda á að segja þér, when we get God's love, every pain and suffering stops. Once we get God's love, every pain and suffering stops. þegar við upplifum Guðs kærleika að þá hverfur sársaukin og þjáningin. All of you are Christ's body, Við erum öll verði keypt and you are all part together.
Og við erum öll, segðu þetta ekki, We are all part together. við erum öll, segðu, já, ok. Já, We já. shouldn't be Við erum öll líka með Kris. We shouldn't be separated. Við ættum ekki að vera aðskilin As a church, sem kirkja, let's be together. við erum saman, Let's be one. við erum eitt. Be your brother's keeper. Vertu, sem sagt, gættu bróður þíns, Because we are at war vegna þess að við erum í stríði with the enemy. við óvin okkar. Take the truth Segðu sannleikan, as your belt. settu sannleikan sem belti lendar þér, Take righteousness taktu réttlætið as your breastplate sem brynju of defense. til varnar And then preaching of the gospel og síðan predikum fagnaðar erindisins as a shoe to cover your feet. sem skó til þess að hylja fætur þínar. Take faith as your shield Og taktu skjöldin, with which we put off. taktu trú sem skjöld Salvation as your helmet. og hjálpræði sem hjálminn And the word of God as your spiritual sword. og orð Guðs sem þitt andlega sverð. Prayer is a key that opens a lot of doors. Og bænin lykill sem opnar margar dyr. And I want to bless your life by saying, Og mér langar að blessa lífi ykkar með því að segja, as Numbers chapter 6 verses 24 says, eins og fjórða Mósebók, kapli 6 og vers 20 og 24 segja, it says, may the Lord bless you. Drottin blessi þig, May the Lord make his face shine upon you. Drottin varveiti þig og Drottin láti ásjónu sína lýsa yfir þig, May he be gracious to you. hann sé þér náðugur, May the Lord lift up his countenance on you Drottin upplifti sínu augliti yfir þig and give you peace. og gefi þér frið. God bless you, Guð blessi þig and may God continue to richly save you of all your problems. og megi Guð halda áfram að vera þér skjól í öllum þínum erfileikum og raunum. Amen. 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 Takk Jesús. Þá langar mig bara til að við ljúkum útsendingunni hérðan í dag. We are going to close the internet service. Og mig langar að fá að tala aðeins við ykkur þegar því lokið. Ég langar bara að við tökum smá stund núna og við þökkum Guði fyrir þetta orð og ég trúi að það eru margir sem hafa þurft að heyra þetta